Sævaldur, þið settu þetta í oddaleik, ekki ykkar besti bolti hérna í fyrri hálfleik. Hvað rædduð þið í klefanum í leikli? Við náttúrulega ræddum að reyna að gera þetta kannski aðeins ákveðnar og svo mér fannst við fara svona, við vorum að reyna að sækja mikið að körfunni og við vorum kannski ekki að fara alveg nógu sterkt upp svona eins og við höfum talað á æfingu fyrir leikinn og uppleggið var þannig en Njarðvík spilaði þetta líka bara mjög vel og þannig að við vorum svo sem bara, þetta var fínt, loksins datt þetta okkar megin. Vorum að spila núna 3-4 sinnum við þær og alltaf hnífjafnir leikir og við vorum í góðri stöðu í leik 1 svona, köstuði frá okkur og þær spiluðu mjög vel, settu stór skot í lokin og við náðum að setja góð skot í þessu leik, þannig að sem betur fyrir náðum við oddaleik. Talandi oddaleikin, hann fer fram í ljónagryfjunni og ja, verðlaunin eru ekki að vera endanum. Þetta ætti að vera ansi athyglisverður leikur. Já, ég held það. Ég held að þetta bæði liðin vilja fara upp. Bæði liðin hafa góða leikmenn í sínum röðum og ég held að þetta verði bara skemmtilegt sko. Það bara getur ekki annað verið sko. Búin að vera mjög jafnir öll þessi sería, hvort sem að það hefur verið hér eða þar. Það er bara ávísun á held í góðan leik. Svona gamlir kallar eins og við fáum alveg ferð hérna niður minningarstræti þegar maður sér Helgu Þorvaldsdóttur mætta aftur í slaginn, en þú teflir henni bara grimmt fram og leikur á henni reynsla. Já, Helga náttúrulega bara hjálpar okkur ótrúlega mikið. Hún er náttúrulega hókin af reynslu og hefur búin að fara í gegnum þetta allt saman áður og hún bara kemur með svona góða punta fyrir stelpurnar og svo er bara yfirvegun yfir henni og ég meina hún. Það er dýrmætt á leiðinni inn í oddaleik. Já, þú getur ímyndað þér, er það ekki? Maður vill ekki hafa ómikið stress, þannig að Helga er bara frábær input í okkar góða lið sko. Ég meina ég er mjög ánægður með hópinn minn og þetta er bara mjög svona skemmtilegt verkefni að fara af stað í núna eftir 3 daga. Glæsilegt, góða skemmtun í oddaleiknum. Takk fyrir sömuleiðis.